Já, þarna getum byrjað að spyrja hvað heitir þú? Ég heiti Guðrún Sigurðardóttir. Ok. Þarna, hvað hefur eiginlega verið að vinna hérna í Borgarholtsskóla lengi? Ég er búin að vinna hérna, ég byrjaði haustið 1999 sko, síðustu öld. Já, Sko á Selfossbraut eru nemendur með alls konar frávik, þroskafrávik og þroskaraskanir og já, þannig að þau eru eiginlega bara eins mismunandi og þau eru mörg og þau eru, sum eru ekki búin að ná færni í lestri, þekki ekki alla stafi og er erfitt með að bara að telja. Í almennu námi á öðrum brautum í skólanum. Þannig að nemendur sem að koma hingað eru ekki bara misþroska nemendur, heldur eru með alls konar aðrar fatlanir og þroskaraskanir. Og þau sem eru misþroska, misþroski er í rauninni það vísar til þess að einstaklingurinn þroskast ekki jafnt upp allan sinn þroskaferil. Að það sem ef við segjum bara 4 ára barn á að geta gert, er eðlilegt að 4 ára barn geti, að það kannski er gott í einhverju en ekki í einhverju öðru. Það nær ekki færni, sömu færni alla leið upp það eru til svona einhver þroskamöt og annað sem þegar börn fara í þessar ungbarnaskoðanir, ungbarna eftir 6 ára, þá byrja í skóla, þá fara þau alltaf á heilsugæsluna og eru í svona þroskamati og þá eru svona ákveðin viðmið að það er eðlilegt að 2 ára barn sé búin að þessu, að 4 ára barn sé búin að þessu, en svo kannski vantar einhvers staðar upp á. Það getur verið gott í einhverju en alls ekki einhverju öðru sem að sýnir þá að það er þessi misþroski sem að er talað og það getur verið erfitt fyrir einstaklinga þegar þeir eldast ef það er mikill misþroski hjá þeim að takast á við þau verkefni sem að þau þurfa að tileinka sér. Og eftir því sem að nám verður meira þá verður þetta alltaf erfiðara. Þú kannski ert góður í að hlusta og muna, þú ert lélegur í að lesa og þú nærði ekki færnin að lesa. Og eftir því sem að krakkar eldast og það er meiri kröfur gerðar til að þau geti sjálfsvolti lært, geti verið sjálfstæðari, þá verður þetta alltaf erfiðara hjá þeim sem eru misþroska. Þetta getur verið á öllum sviðum, þetta getur verið námslega misþroska, getur verið í hreyfingum misþroska. Þannig já. Já, það getur verið það sko, því að Getur maður verið með hendi kannski sem er bara svona aðeins stærri heldur en hinn eða eitthvað? Já, nei, þetta er eiginlega ekki beint þannig líkamlegt sko, þú ert ekki með aðra hendina lengri heldur en hina eða stærri eða minni eða þannig. Það er ekki þannig, heldur er þetta frekar varðandi bara þroskan. Það getur verið sko bara tilfinningarlegu þroski, félagsþroski getur verið sterkur. Þú getur verið misþroska í félagslegum aðstæðum. Þú getur verið í námslega, getur verið misþroska, bara eins og í íslensku eða í stærðfræði. Þú getur verið í hreyfingum, það frekar þannig misþroska að þegar þú ert að hreyfa þig, að þú getur verið mjög góður í að gera eitthvað sko svolítið gróft en alls ekki með fínhreyfingar. Þær geta verið mjög slakar. Ég þekki það nú bara eiginlega ekki alveg. Það er sumir sem taka lyf en það er meira kannski þegar að það eru komin athyglisbrestur inn í dæmið. Til dæmis að vera með misþroska með hvernig þú lýsir þessu, til dæmis að sumir eru góðir í þessu og hinu og
Það er auðvitað nokkuð margir sem eru með misþroska eða eitthvað. Já, en þá er ég ekki að meina að ef einhver er góður í íslensku að þá kannski er hann ekki góður í stærðfræði. Heldur frekar að þú getur verið góður í einhverju í íslensku en slakur í einhverju í íslensku. Þá ertu á sama sviðinu sem þú ert að þroskast. Þetta á meira við það. Hjá okkur er það yfirleitt þannig að það eru misþroska þar. Það er þá frekar, meðferðirnar eru þá kannski fólgnar í því að þjálfa upp þá færni sem að er að dragast aftur. Það er svona, þá er áherslan lögð á að þjálfa betur þetta sem er ekki að þroskast eðlilega, ekki eins og hitt sem að þannig að svona einstaklingurinn standi svona jafnfætis í þroskum. Það þau geta verið átt erfiðleikum með. Já. Nei, það þarf ekki. Mjög falið. Já, það er raunin þroska. Okay. Það getur alveg byrst þannig að þau eigi erfitt með samskipti, kunni ekki alveg að þessi félagsþroski hafi ekki þroskast. Já. Svona miðað við aldur eða lífaldur. Er þetta er minni með mental brain dysfunction eða eitthvað svona, þetta er bara svona, þetta er truflun á bara heila starfseminni.